Góðan daginn, Karl Heiðin heiti ég og þeir að horfa á Rauðan raunveruleika. Í dag erum við að fjalla lagabreytingatillögur sem verið að leggja fram á komandi aðalfundi Sósíalistaflokksins núna á laugardaginn klukkan 11 í Bóluhliði 6. Núna erum við að fjalla breytingatillögur sem hefur borist að norðan svæðisfélög og til þess að spjalla við okkur þá breytingatillögu eru hérna hjá mér Jón Þór Sigurðsson, Ari Orrason og Guðbergur Egill Eyjólfsson. Nú áður en ég spyr strákana út í breytingatillöguna þá ætla ég að lesa bara upp breytingatillöguna eins og hún lítur út. Og þetta er hérna í skipulagskafla núverandi laga og skipulag hefur stöðu flokkslaga í lögum flokksins. Og þetta er undir liðnum sellur og félagastjórn. Ég ætla nú ekki að lesa, þið sjá hérna á skjánum gömlu lögin og svona eru þau og þessi breytingartillaga leggur til að hún verði svona. Í staðinn fyrir sellur og félagastjórn, svæðisfélög og félagastjórn. Í Sósíalistaflokknum skulu vera starfrækt svæðisfélög. Svæðisfélög skal aldrei vera minna en eitt sveitarfélag og getur náð yfir nokkur sveitarfélög innan kjördæmis. Svæðisfélög kjósa sér svæðisstjórnir með formanni, ritara og gjaldkera. Svæðisfélög innan kjördæmis skulu mynda kjördæmaráð sem hefur það hlutverk að halda utan alþingiskosningar. Félagar hafa atkvæðisrétt og eru aðilar að þeim svæðisfélögum þar sem þeir hafa lögheimili eða aðsetur en njóta málfrelsis og tillöguréttar á fundum allra svæðisfélaga. Fjárveitingar til svæðisfélaga skulu taka tillit til fjölda félagsmanna, verkefna og fjárhagsstöðu flokksins að hverju sinni. Og svo er restin hérna félagastjórn sem er óbreytt. Takk fyrir að koma, strákar, og segja okkur frá þessari tillögu. Af hverju er þörf á þessari tillögu í víðum skilning? Aðalega er það vegna þess að við höfum rekist á það í þessum alþingiskosningum sem við farið eftir að sem sagt það er valið upp á alla lista í rauninni úr Reykjavík af sem sagt kjörstjórn og tengslin hjá henni heim í sveitirnar hafa ekki verið nægilega góð. Þannig að þeir sem að stjórna kosningastjórninni þekkja í rauninni ekki landslægið út á landi. Og einnig er þetta til þess að dreifa valdi, þannig að eins og fyrirkomulagið núna þá er sem sagt formaður kjörstjórnar ákveður efstu menn á lista í öllu kjördæminu og það er nú nánast bara vonlaust fyrir eina manneskju að þekkja það vel til á öllu landinu og hún geti það eða komist yfir það verkefni og þannig að hérna okkur finnst hyggilegra að hvert svæði fyrir sig sem þekkir sitt heima fólk, sína heima byggð með málefni sem eru sem tilheyra því svæði að þeir ákvarði rauninni hvernig listar séu skipaðir og sjáu sjálf sitt félagsstarf en ekki að það þurfa að hafa komið að frumkvæði eitthvað staðar annar staðar frá. Það er svona megin ástæðan og núna til dæmis eru að koma sveitarstjórnarkosningar á næsta ári og þá er best að við séum tilbúið með svæðisfélög á öllu landinu og hvert sveitarfélag eða svæði sjáu hérna listaskipan og svo kosningabaráttu á eigin svæði. Nú í núverandi lögum er gert ráð fyrir sellum sem að félagastjórn á að halda utanum og hjálpa þeim að skipuleggja sig. Jón Þór, þú og þið allir reyndar hafi verið lengi í flokknum og verið virkir í kosningabaráttum flokksins, bæði til þings og einhverju leyti sveitarstjórnarkosninga þó hafi ekki verið boðið fram á Akureyri ennþá. En hvernig hefur gengið með þessu sellu fyrirkomulagi eins og það er núna, Jón Þór? Það hefur eiginlega ekki gengið neitt nógu vel að þegar upplagið eins og það er í lögunum núna leggur einmitt eins og Guðbergur kom inn á að öll stýring í rauninni kemur frá Reykjavík og ætla sér að vera að byggja upp félagsstarf og grassrót þar sem að fólk þarf alltaf að beygja sig og lúta einhverju stjórn sunnan sem er ekki meðvituð ástandið í sveitarfélagunum. Við erum risastórt sveitarfélag en við erum náttúrulega, þau eru rosalega ólík bara að keyra hérna 20 kílómetra annarkvort í austur eða vesturátt þá ertu komin í allt annan landslag og bara annan hópa fólki og það eru aðrar áherslur og við erum að leggja fram þessa tillögu líka einmitt að ná fólki inn til starfa inn í flokknum, inn í öll störf af því að allavega minni reynslu þar sem ég var nú í undirbúningi fyrir þrennar kosningar fyrir þennan flokk að fólki fannst ofboðslega sárt að það var kannski byrjað að vinna ákveðna vinnu og búin að leggja sig alltaf fram og það var góð stemning og við vorum að ná inn góðu fólki og virku fólki
En svo var svolítið slegið á hendurnar á okkur og við þurftum bara að sitja og bíða eftir að kæmir order á Reykjavík af því að lögin voru svona og við þurftum að bíða eftir félagastjórn sem aldrei hefur verið virkjuð af því að hún bara í lögunum og þá færðist vald félagastjórnar einhvern veginn átómatist að mati framkvæmdastjórnar upp í nýstofnaða kosningastjórn sem að vissi ekki einu sinni hvað við hétum, sko. Þetta er bara ekki að virka og óánægjan er náttúrulega líka svo mikil að því að fólk vil sjá árangur. Fólk vill að við komumst að inn í sveitarstjórnum. Fólk vill svo líka að við komumst að inn á Alþingi. En við þurfum einhvers staðar að byrja og við þurfum einhvers staðar að hafa, jafnan kraft yfir allt árið og við náum ekki að virkja fólk inn í virkni yfir allt árið eða það er alltaf bara að vera að sitja og bíða og svo hlaupa eitthvað sprettlut fyrir kosningar og mikil óreiða svona í kringum það og það er nú kannski bara allt annað kapítuli. Það sem við sjáum fyrir okkur með þessari lagabreytingu væri þá að við hefðum það vald og þessi ekki tekið fram endilega í textanum til dæmis það sem við leggjum fram, að við sjáum líka fyrir okkur að við munum stilla upp fyrir sveitarstjórnarkosningar. Við þekkjum okkar fólk best, við þekkjum áhersluna, við þekkjum okkar nærumhverfi. Við erum fólki sem getum svo reporta til kosningastjórnar fyrir áherslumálinu í okkar félagi og það gildir allar þessar litlu byggðir út allt land. Öll þessi svæðisfélög sem gætu verið virk, gætu þá verið að skila reglulega yfir árið til kosningastjórnar og kosningastjórnar til framkvæmdastjórn og þá held ég að náist betri strúktúr í undirbúning og meiri svona kraftur og slagkraftur í okkar starf og okkar áherslur og við getum lagt svolítið málefnalegri niðurstöðu fram í stað þess að vera að fá kannski stefnurnar okkar ofanfrá og þurfa svolítið svona að vera cherrypicka og vinna út svona stór málefni og leggja þau illa fram sem eins og núna inn í okkar kjördæmi. Þetta bara þyrfti að vera eins og við viljum vera grasrótarflokkur þá þurfa áherslunar að koma neðan frá og seitla upp en ekki trickle down. Við vinnum ekki þannig, sko. Einmitt, nú á vinnuhelgi kosningastjórnar í kjölfar kosningarna þá heyrði maður svolítið sambærilega hluti frá fólki sem virkt í flokknum og að framboðslistum flokksins í síðustu alþingiskosningum bæði frá að vestan, austan og sunnan og auðvitað ykkur. Ari, hefur þú ykkur við að bæta? Já, það kannski bara svona út frá minni reynslu í seinustu kosningi. Ég satt í ég skipaði annarsæti í Norðausturkjördæmi og það var eitt sem að tók eftir í kringum kosningastjórnina og svona fólki sem var fyrir sunnan í svona utanumhaldinu á kosningunum var það að það var einfaldlega bara of mikið af verkefnum á þeirra höndum. Bara að vera að sinna, vera í þeirri stöðu að þurfa að sinna öllu landinu í staðinn fyrir að geta verið með bara afmörkuð svæði. Þannig að þessi svæðisfélög og þessi myndu í rauninni líka vera möguleiki til þess að minnka þessa byrði á kosningastjórn til dæmis. Það er í rauninni hægt að forgangsraða verkefnum þá fyrir kjörstjórn og úthluta önnur verkefni sem að bara svona svæðisbundin verkefni til svæðisfélagana og þeirra sem eru þar þessi í kjördæmaráðinu þar að geta í rauninni haft bara afmarkað svæði afmarkað landsvæði til þess að sinna þannig að það sé ekki vera að hlaða of mikið af verkefnum á svona of fárra hendur. Og ég tek undir það sem hefur komið áður líka þetta hjálpar náttúrulega til bara líka við það að þekkja aðstæður á hverju svæði fyrir sig, sko. Það er borgin er allt of langt frá landsbyggðinni og bara svona fjarlægðin skiptir máli, sko. Þú tekur ekki púlsinn upp á enni og ég held að sama ég við það að þú tekur ekki stöðuna á Akureyri í Reykjavík, til dæmis. Nú til að gæta fulls trúnaðar þá við í unglingadeildinni og í lagabreytingarnefndinni sem við settum í ganga að út frá þeirri vinnu þá erum við sammála þessu því að þetta snýst og við munum styðja þessa tillögu af því að þetta snýst bæði valddreifingu að koma völdunum í hendur fólksins meira á sínum svæðum, það þekki best til þess sem að þarf að gera þar. En einnig út af því sem að þú nefnir, Ari, að það má ekki vera of mikið á fáum herðum. Það er bara óviðráðanlegt, hreinlega. Við samtum við þetta, það sem
gleymdi að minnast á hana, þetta líka heldur ekki nýtilkomið sko fyrir þessar kosningar. Sko. Þetta búið að vera stigvaxandi óánægja með þetta fyrirkomulag eftir því sem við reynum það aftur og aftur með sömu niðurstöðu en megnari og megnari óánægju með fyrirkomulagi. Sko. Og þetta er bara sígandi tekið og einmitt það líka að vera að hugsa út í það að það mun aldrei ganga að 1 til 5 manneskjur á höfuðborgarsvæðinu komist bara hreinlega yfir það gríðarlega flókna verkefni að sinna heilli kosningabaráttu fyrir flokk til alþingiskosninga. Þannig að það bara segir sér sjálf. Og það líka bara, fólk líka bara heltist úr lestinni að því að álagið svo mikið og þá lendir þetta á ennþá hærri herðum, sko, eins og sagt sko. Þannig að þetta ekkert eitthvað við á móti höfuðborginni, sko. Við erum ekki að segja að höfuðborgin sé með einhvern hroka við okkur, að það ekki það. En bara valdið verður að vera dreift. Fólk verður að hafa sína ákvörðunarrétt. Við ættum að fá að koma með tillögur og leggja fram okkar frambjóðendur. Og að því að við þekkjum þá best og við kjósum þá, ættum þá að kjósa þá innan okkar svæðisfélags sem okkar einstaklingar sem við sjáum fyrir okkur muni ná við árangurinn og svæðins. Við erum barómetrinn fyrir okkar nærsamfélags. Af því að Jón myndist á að þetta er ekkert nýtt og í kosningunum 21 þá vorum við í mjög góðri stöðu hér í norðaustur og hefðu við náð árangur hér þá hefðu við í rauninni dregið flokkinn inn á þing. Og við vorum komin á stað hérna nokkur með bara mjög öflugt starf miðað við annars staðar á landsbyggðinni og örstuttu fyrir kosningar sýndu kannanir bara mjög góða niðurstöðu fyrir flokkinn. En þá náttúrulega var gripið inn í af þeim sem stjórna flokknum hérna fyrir sunnan og skipað upp á lista þvert á við það sem við vildum. Og við vorum til dæmis spurðaði hvort að við vildum fá mannesku utan kjördæmis inn á lista hjá okkur. Og við sögðum að það var allt í lagi ef það væri ekki ofar en 10. sæti. Síðan var skipað, bara handvalið af kosningastjórn, þeim sem það réðu, að það var sett manneskja sem hafði hafnað sjálf sæti, 2. eða 3. sæti í kraganum, í annað sæti hjá okkur. Og sú manneskja var ekki tengdar en það við kjördæmið að þegar hún kom fyrst norður og ætlaði að fara á fundi með hópnum hérna, þá ætlaði hún að sofa í tjaldi. Þannig að hún var ekki tengdari við kjördæmið en þá. Það er náttúrulega sér hver sem er að svona gengur ekki upp. Önnur saga frá nýliðnum kosningum var einmitt líkur okkar kjördæmið varðandi þann sem var svo valinn sem oddviti hjá okkur, að það var þvert ofan í það sem að við vildum hér og við í rauninni vöruðum við því að sá aðilega hafði ekki starfað neitt í kosningabaráttunni síðast þegar hann var á lista hérna fyrir norðan, 21, og það var ekki hlustað á okkur og hann samt valinn og hann var í útlöndum í Briddsferð fyrsta hálfa mánuðin í kosningabaráttunni. Þannig að, og þetta vissi kjörstjórn við vorum búin að vara við þessu öllu saman, við þekktum þetta og við Jón sem vorum djöfla sem mest í þessu hérna, söfnuðum held ég 2/3 af öllum undirskriftum sem voru safnað hérna fyrir norðan, bara við 2, að við vorum að safna undirskriftum á Glerártorgi þegar var hringt í Jón og okkur tilkynnt að oddvitiðinn okkar tilkynntur eftir 5 mínútur á fundi í Reykjavík. Og þetta kom ykkur svolítið á óvart sem er náttúrulega ekki gott. Það vinnur gegn trausti og trúnaði og þess að þar. Fór sem fór, við vorum líka í náttúrulega mjög góður í stöðu hérna örstuttu fyrir kosningar, bara eins og 21. En það er rauninni fjarað út og það var í rauninni, og við sjálf hérna biðum í starttölunum í 2 vikur eftir því að hefja kosningabaráttuna, af því að við vorum að bíða eftir skipun listans hjá okkur sjálfum að ofan. Við gerðum ekki, við bara biðum, við vorum alveg tilbúin að fara á stað. Og flokkarnir hérna fyrir norðan voru farnir löng á undan okkur allar sveitir og það afsökunin með að vera stutt í kosningar, við vorum búin að bjóða fram vinnuna, að græja þetta allt saman, gera þetta bara sjálf, en því var bara hafna. Þetta er herra Hartmann. Já, sæll Hartmann. Já, það gjörðu svo vel. Þetta er megin kúngköttur. Hann er glaður þótt hann lítur svona út. Það er alltaf gaman að fá ketti sem óvænta gesti inn í þættina. Ef við maður bæta einu við líka, endilega, að varðandi stofnun við, eins og flestir vita sem að koma að flokknum, að þá erum við búin að stofna svæðisfélag hérna fyrir norðan
Og það gerðum við náttúrulega upp á eigin spýtur því að það bara var engin félagastjórn í flokknum til þess að leiða starfið einstæðan en einstæðar af því að hún bara var ekki til. Þannig að í rauninni að félagið okkar í rauninni svona, ég veit ekki hvort það í sósíalistaflokknum eða bara því að við erum í sósíalistaflokknum. En við höldum uppi bara öflugu starfi og það gerir ekkert nema eflast af því að við erum að gera þetta sjálf. Þið eru og hafi verið lengi virkur grasrótar kjarni þarna á Akureyri og viljið geta sótt ykkur ákveðið umboð og haft vægi í því þegar það kemur að velja á lista bæði í alþingiskosningum og á sveitarstjórnarstiginu. Já, það eitt sem að ég búinn að djöfla svolítið lengi í þessu, var í VG eins og margir í sósíalistaflokknum og í hruninu vorum við náttúrulega við þessi sem við vorum kallaði villikettir og hættum í VG og þannig að við vorum að djöflast í því að reyna að búa til vinstra afl bara landið og eins og Akureyri og það var eiginlega vonlaust að fá fólk í pólitíska starfsemi og hvað þá ungt fólk, þetta var ég var náttúrulega bara svo táningur þarna fertugur og svo voru þetta bara svona gamlir kallar sem að ég fer að nálgast kannski að verða. En þau voru mun eldri en ég. En núna bara fullt af ungu fólki eins og Ara og hans félögum sem eru bara tilbúin að taka þátt og það algjör synd hjá fólki eins og okkur að nýta ekki þessa sveiflu því að þetta Akureyri, það ekkert öðruvísi fólk á Akureyri, þetta svona allt land. Þannig að við eigum í rauninni að það bara tilvalið að koma inn með akkurat svona flokkskipulag þess til að virkja starfi hverja heimabyggð af því að það frjór jarðvegur. Og sveitarstjórnarkosningar á næsta leiti, bara í maí á næsta ári. Máli líka, það alveg glettilega stutt í þessar kosningar og mikilvægt að ná upp bara mjög öflugri grind á það sem og framsýn á það sem á að gera, setja okkur markmið og hvernig við ætlum að ná þeim. Við náum því ekki með því að fara og framkvæma á nákvæmlega sama hátt og höfum gert þetta eins og sagt við okkur, ég óvirkur alkohólisti Þú getur ekki reynt, nákvæmlega sama hlutin 1000 sinnum og ætlast eftir annarri niðurstöðu, Við verðum að prófa eitthvað annað og ég legg til að við prófum eitthvað sem að við hefur virkað, hefur virkað í grasrótarstarfi eins og VG, Alþýðuflokksins, Alþýðubandalags. Svona þetta, svona virkar kosningamaskinan hjá Sjálfstæðisflokknum. Hún náttúrulega orðin bara rótþróin, hún bara í mergnum á fólki, sem að kemur úr svona starfi frá fornu tíð, þó að sé allt annað í dag. Og mér langar líka að benda á að það var svo gaman, þó ég hef ekki komist á hana sjálfur. Það var þessi vinnuhelgi sem fór fram eftir kosningarnar, eftir þessa megnu óánægju með niðurstöðu kosningarna og það var svona rosalega gott að fá allar þessar ályktanir að þessari vinnuhelgi sem var svo haldin og ég hef verið í miklu samskiptum við fólk út allt land eftir það og það var bara, það galopnuðist þarna dyr út allt land og maður var að kynnast fólki og komin í samband við fólk út allt land sem að segja nákvæmlega saman hlutin. Þið verðið að hlusta á okkur sem erum á svæðunum, þið verðið að mæta okkur einhver staðar og fá report frá svæðunum og þessi vinnuhelgi, þetta ætti að halda þetta 2-3 ári fyrir mér. Og landsfundur sósíalista á að vera stefnumarkandi og þarna á að taka fyrir stefnurnar fyrir alþingiskosningarnar og svo næst fyrir sveitarstjórnarstigið. Við eigum að vinna þetta saman og svo fara allir tilbaka í sín svæðisfélög og bara predika þetta. Það útópían okkar, í rauninni. En við verðum að byrja að búa til grunninn og grunnurinn þessi og til þess að ná til fólks og vera samfærandi í því sem við segjum og vinna markvisst að markmiðum og markmiðin okkar að komast inn á sveitarstjórnarstigi í okkar kjördæmi og við getum það ekki með óbreyttu fyrirkomulagi innan flokksins. Þess vegna erum við að leggja þetta fram. Við höfum trú á þessari lagabreytingu. Við værum ekki að fylgja okkur á baku hana ef við hefðum ekki fullandi trú á hana. Af því við vitum hún virkar. Framtíðin getur verið mjög björt og Ari, þið þarna ungliðarnir sem eruð fyrir norðan, þið tóku frumkvæði því og stofnuðu ykkar eigið ungliðafélag þarna fyrir norðan? Já, við tókum okkur til og stofnuðum ungliðarhreyfingu núna fyrir norðan fyrir að verða, nú tíminn svona breytilegt skynið sem maður hefur á hvernig hann líður, en ég ætla að segja nokkrum mánuðir.
ef ekki 2, síðan að við stofnuðum ungliðahreyfinguna hérna fyrir norðan og við erum svona í byrjunum að skrifa dálítið núna að við erum að skrifa okkur upp lög og við höfum verið að funda aðra hvora viku, við erum búin að mynda stjórn og erum svona, bara vinna í því akkurat núna að búa okkur til lög fyrir, bara fyrir félagið og líka að reyna að tegja út svona, tegja okkur út og sjá hvort við finnum fólk sem hefur áhuga að taka þátt með okkur í ungliðahreyfingunni. Við höfum náttúrulega verið í sambandi við ykkur í Róða í kringum þetta líka, bara svona að fá ráðleggingar og þess háttar sem er gott að hafa til staðar. Það er ekkert grín að fara út í einhverju svona vinnu og ég kannski bara svona fyrir hönd okkar þakka fyrir aðstæður sem við fengið hingað til. En jú, það er svona staðan á okkur núna allavega. Við fögnum þessu mjög í Reykjavík við í ungliðadeildinni hér og einmitt núna 14. júní þá erum við að stefna að því að hafa svona formlegan stoppfund ungra sósíalista því að ungir sósíalistar eru svona tæknilega í okkar lögum innan flokksins erum við svona ákveðin baráttustjórn en við erum að sækjast eftir að formlega stofna okkur og fá þá kennitölu og slíkt. Þannig getum við til dæmis verið formlegir aðilar að Landssambandi ungmennafélaga þannig að við höfum vinnuna okkar svolítið svona skorna út fyrir okkur varðandi framhaldið en við erum öll mjög sammálaðið því bæði í samtali okkar við ykkur í dögun og við heima í Reykjavík að við viljum dreifa valdið sem allra mest og valdefla félagana og mér heyrist ykkar til að svæðisfélögin snúast akkurat það. Algjörlega. Framhaldið sem að Jón var að segja áðan að það yrði svona að því að nú er búið að fara í gegnum 2 alþingiskosningar og þær hafa farið eins og þær hafa farið en það hefur eitt virkað vel og það eru sveitarstjórnarkosningar í Reykjavík og það er kannski engin tilviljun að því að þar er náttúrulega höfuðstöðvar flokksins og þar er flokkurinn í rauninni eins og bara svæðisfélag Reykjavíkur og í þeim kosningum hefur bara gengið áspyrnu vel. Þannig að við ættum í rauninni bara, við lítum á þessu uppbyggingu svæðisfélagana í rauninni að við viljum bara hafa fleiri svona höfuðstöðvar eins og er Reykjavík til þess að ná árangur í kosningunum. Af því að þar bara höfum við fordæmið. Glæsilegt, takk fyrir að koma til okkar að fjalla þessa lagabreytingatillögu. Jón Þór Sigurðsson, Ari Orrason og Guðbergur Egill Eyjólfsson. Á laugardaginn komandi er aðalfundur Sósíalistaflokksins klukkan 11 hérna í Bólisti 6 í Vorstjörnunni í Reykjavík og við hvetjum alla félagsmenn til þess að koma, kynna sér tillögurnar, taka þátt í umræðanum og kjósa með hjartanu. Takk fyrir.